við byrjum 5 fyrirsætnir að þessu sinni á mbl.is en þar segir ósanngjarnt að meta nemendur út frá einhverjum, segir nýji menntamálaráðherrann okkar. Það er nefnilega það. Það er bara hreinlega ósanngjarnt að meta nemendur út frá einhverjum og hverju við þá að meta út frá ef við getum ekki mælt á með einhverjum. Kynneigð, húðlit, trúarbrögðum. Þetta er svona andverðarleika þjóðfélagið í hnotskurn, má segja. En við lesum fréttina, það er nýr mennta- og barnamálaráðherra sem segir að ekki sé réttlátt að aðeins sé horft til einkunna þegar nemendur eru valdir inn í framhaldsskóla. Hann ætlar að breyta lögunum svo að velja megi inn nemendur með síðri einkunnir framur þá sem eru með betri einkunnir. Já, guðminn, góður maður. Þetta er alveg stórkostleg stefna og hérna ég sé að það eru náttúrulega margir búin að tjá sig þetta á x.com. Hérna segir einn mælanlegur námsárangur er ekki rétta leiðin til að meta framistöðu grunnskóla nema segir menntamálaráðherra landsins. Mælanlegur námsárangur, hvað annað? Og hérna, hér segir annar, ætlar að breyta lögum svo velja með nemendur með síðri einkunnir. Þetta er reyndar heimilt og gert nú þegar, gjarnan með árangurunum allir tapa. Allir tapa, þetta er þessi hugmyndafræði einhvern veginn að allir eiga að fá medalíu og það sé engin sigurvegari og engin megi verða sko út undan. En þetta er auðvitað stórkostlega galið. Aumingjavæðingin að ná nýjum hæðum, segir einn. Svo ég bara skrolla niður X-feedið til þess að reyna að rekast á ummæli þetta. Og það segir sér sjálft auðvitað að ef við metum, sko, ef amma hringir og hótar skólastjórnum þá trompar það einkunnir, segir einn. Það er hérna, sko, ef við ætlum að fara þá leið að einkunnir skipti ekki lengur máli og þá tapa skólar væntanlega skilur sérstöðu sinni eins og MR hefur alltaf verið svona skóli þar sem að þeir sem eru með betri einkunnir komast að og þeir sem ekki eru með betri einkunnir ná ekki inn sko. Hérna segir einmitt Snorri Másson, nú er það orðin opinber stefna menntamála yfirvalda að draga verulega úr sérstöðu einstakra framhaldsskóla á Íslandi. Framvegis eiga þeir ekki að fá að taka inn námsmenn eins og hæfir þeirra áherslum. Hugsunin er svo að einstaka elítuskólar séu ekki að fleita róman af nemendahópum til þess að tryggja líkur og góðum árangri þegar komið er til náms. Nú verðist eins og þetta í raun eiga kollvarpa því kerfi sem hefur verið við líði. Enginn skilur hvað eigi að taka við og ekki var það skýrara í þessu viðtali við nýja menntamálaráðherrann. Þetta væri mögulega forsvaranleg aðgerð ef hún væri gerð á grunni einhvers annars en óljósrar hugmyndar embættismanna og nú ráðherra meinta ósanngirni sem sögðu ríkja gagnvart einstaka nemanda. Það er raunverulega ekki að sjá að dýpri og ígrundaðri hugsun búi hér að baki. Ekki er heldur að sjá annað en að þróunin í framhaldinu verði frekara hrun í íslensku menntakerfi. Í því sambandi gleymist að það eina sem helst hýfur upp lélegan meðalárangur okkar hvort sem okkur líkar það betur eða verð, framúrskarandi skólar, þar sem miklar kröfur eru gerðar til nemanda. Því miður er stuðstarfið hlutlaust mælitæki sem kallast einkunnir. Þær hafa nú verið gerðar að tákmynd félagslegs óréttlætis. Í baráttu gegn slíkri ófreskju dugar ekki minna en að jafna allt við jörðu. Já, þetta er vel orðað hjá honum. Þetta er alveg störðlu pæling, sko. Já, hérna segir hann að nei, nú ertu þetta í algjara harðlífsfræði, Snorri. Börn eiga rétt á verðlaunapeningi fyrir sína þáttöku og ef þáttakan felst í að mæta ekki, þá fyrir þau að vera þau sjálf. Við verðum að gæta þess að láta ekki hugmyndir hæfni, ástundun eða námsárangur trufla mótun heilbrigðra sjálfsmyndar. Slíkt væri ómanneskilegt og byggt á úreltri hugmyndafræði mælanleika. Þetta er svakalegt. Við erum að glíma við handónýtt skólakerfi sem að bæði vegi kostar meira heldur en skólakerfin sem við erum að bera okkur saman við. Miklu meiri peningum varið í þetta, árangurinn miklu lakari og nú ætlum við bara að fara að taka út mæli eininguna einkunnir. Þetta er hann menntamálaráðherrann boða breytingar á lögum sem munu heimila framhaldsskólum og horfa til annarra þátta en námsárangurs við innröndun nemenda. Hvað er það þá sem sagt? Húðlitur, kynhneigð, félagsleg staða, vísar hann til þess og fullir að ákall sé á meðal nemendum að þeir hafi val fleiri skóla þó að þeir séu ekki með topp einkunnir. Það er sem sagt þetta kerfi sem við höfum alist upp við sko að minna þó ég gjarnan reyndar á þessum tíma þegar ég var í framhaldsskóla þá langaði mig ekkert í MR en eftir á að hyggja þá hefði ég óskað þess að ég hefði útskrifast úr
skóla eins og MR bara að vera með miklu öflugra nám. Ég hefði bara ekki getað verið í MR. Ég hefði ekki getað það heldur, en þú veist, og þar að leiðandi sætti ég mig við það að fara í einhvern annan skóla, sko. En núna er það bara þannig að þó, ef ég veri nemandi í grunnskóla og hefði ekkert að gera í MR, þá ætti ég bara einhverja kröfu á að komast þar inn þó ég sem ég lélegar enganir. Og alltaf þá MR að lækka standardin svo allir skilji í tímum og þú veist, hvað er að fara að gerast, skilur Þetta er alveg fáralegt. Það er svo Snorri segir, það veit í raun og enginn hvað á að taka við ef við afnefnum þetta kerfi, hvernig það mun líta út og það segir enn dreigi úr vægi námsárangus. Snorri Másson er að tala um þetta kemur fram í tísti Snorra Mássonar. Ný kvótakerfi sem mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað eru hluti af blekkingarleikum að á Íslandi sé allt í himnalagi þegar kemur að menntun barna. Kvótakerfin munu draga úr vægi námsárangus í staðis að leiðrétta óréttlæti sem felst nú í því hvernig nemendur eru metnir inn í framhaldsskóla. Þú veist, í staðin fyrir að herða bara, þú veist, og koma aftur með samræmduprófin og þú veist, efla börnin í að stunda námið sitt vel og ná betri árangri, þá ætlum við að fara að slaka á öllum kröfunum. Já, sko, ég er alveg sammála þessi Guðmundi Inga með það að þetta kerfi eins og er núna virki ekki. Þetta er ekki breytingin, sko, sem við þurfum. Þú veist, því það er alveg eins og, þú veist, margir sem er ekkit endilega að skara fram úr í starffræði og þessum, er að skara fram úr í öðrum hlutum. Það er bara að efla þannig framhaldsskóla. Skilur listaskóla og, þú veist, verkskóla, þú veist, læra eitthvað verknám og eitthvað svona, þú veist, það er alveg jafn gott stöf og MR, eða þú ert þar megin í lífinu. Já, einmitt. En sko, einmitt, og þetta er sem sagt, þetta frumvarp sem að ráðherrann er að boða, það sem samkvæmt því, þá geta framhaldsskólar haft breytur á borði kyn og fötlun til hliðsjónar þegar nemendur eru valdir í skólana. Er yfirlýst markmið frumvarpsins að auka fjölbreytni í nemendahópum. Þetta er alltaf fáranlega DEI hugmyndafræði. Já, þetta er bara bull. Sem við erum að sjá vera sko hafnað loksins núna til dæmis í Bandaríkjunum. Samkvæmt honum þá væri hann sko komið með doktorsgráðu í ensku. Já. Þótt hann tala ekki stærst orðið í ensku. En það er bara ósanngjarnt að hann fengi ekkert þessa doktorsgráðu, skilurðu. Vá, hvað þetta er galið maður. Sko þetta er eins og sem bara einhverjum svona hliðarveruleika sem er ekki nefnir tengingu við sko almenna skynsemi. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.